Hámundur, við erum staddir hérna í þessu glæsilega mannvirki, nýja íþróttahúsi Njarðvíkinga, til hamingju með það. Hvernig svona finnst þér þetta koma út, fyrstu athugun? Bara langt umfram vonir, ég var vera alveg reynskilinn sko. Þetta mannvirki mjög vel heppnað, nær einhvern veginn að halda sögunni eins og hefur komið fram í öðrum viðtölum. Og smá gryfja sem komur flestum á óvart, þannig að þetta bara glæsilegt. Það var gríðarleg stemning hérna á fyrsta leik síðustu helgi. Ekki hægt að neita því og eins og Teitur og fleiri sögðu, þetta sannarlega gryfja. Já, þetta var bara einmitt aftur langt umfram vonir. Ég held að Hamborgurinn hefur verið fljótir að seljast upp og Úlingaráð hefði klárað allt salgeti í sjoppunni og þetta er bara glæslegt, vonandi eitthvað sem koma skal. Og hverjar eru væntingar ykkar hjá Njarðvík með framhaldið, varðandi uppbyggingarstarf og annað? Fjölgun iðkenda og bara bjartur tíma framöndan? Já, ég hef alltaf talað um að við þurfum að einhvern veginn að færa starfið nær iðkendum og náttúrulega frístundabíll og annað sem hjálpar rosalega til að þau eru orðin mjög langur bær og þetta er bara hverfið sem, þetta alveg nýr markhópur, bæði í áhorfendur og leiki og svo iðkendur fyrst og fremst. En þetta þótt að það hafi dregist svolítið að fá íþróttahúsið afhent, þá kannski tímasetningin svolítið skemmtileg því að það 80 ára afmæli Njarðvíkur núna. Já, ekki spurning. Það stóð alltaf til að halda einmitt afmælishátíð hérna þegar við vissum þetta á þessu ári. Þetta hefði verið frábært eða hefði verið nær afmæli í steginum en þetta er bara glæsilegt. Nú og þið gáfuð út svona sérstakt afmælismerki og útfærslu af merki Njarðvíkur. Hvernig hafa viðbrögðin verið við þessu nýja merki? Þau hafa verið fjölbreytt, það má alveg óvægt að segja það, en ekkert sem kemur á óvart. Þetta náttúrulega bara mjög nær fólki og saman með litin og annað. Það engin sammála hver hinn rétti Njarðvíkur græni litur Það bara skiptir máli hvenær þú ert fæddur og hversu lengi þú hefur búið hérna og þess áttar. En svona almennt þá, ég myndi segja samt að viðtökuna hafi verið betri heldur en í bjóst við. Það hafi verið alls konar og þetta náttúrulega gríðarlega mikla tilfinningar sem að spila inn í þegar svona merki umræður. Það bara svoleiðis. Við vitum þá að íslensk félög eru lítið í að breyta merkjunum mikið en merkið sem hefur kannski breyst lítið gegnum tíðina tekur kannski stærra stökk þegar loksins farið í þá vinnu. En þetta afmælisútgáfa hafa farið þá leið og bara mér finnst það að koma vel út, sérstaklega hérna á vellinum okkar og já, viðtökurnar bara verið eins og mátti búast við sko. En burtséð frá því mjög ástfangin að okkar merki samkvæmt samþykktum, það er bara rosa flott merki og ég tengi vel við það. En eins og litirnir, blái og rauði og hvíti í bakgrunn. Svona eina sem ég getur kannski tengt við, það stofnunarárið 1944 og þá fánalitirnir og ég hugsa að það hafi verið pælingin á sínum tíma en auðvitað erum við mitt bláir og gulir til þess að byrja með og merkið upprunalega þegar ungmennafélagið stofnað blátt með gulum stöfum þannig að þetta ekki fyrsta skipti sem að breytist. En svona burtséð frá því, núna eru þið bara alfluttir hingað og ljónaragreiðan sett á ís. Já, en sagan fer náttúrulega ekki þaðan. Fánarnir verða ennþá á lofti og þetta ennþá aðsettur ungmennafélagsins og bara við ætlumst til þess að við fjölgum núna iðkendum og það sé full þörf á fleiri húsum. Treyjurnar sem að hanga upp á veggjum ljónagreinar, þeir kom ekki hingað? Nei, fánarnir og öllatreyjan upp á vegg, hún fær að vera þar en við finnum einhverja lausnir hérna, einhverja nýja leið að halda upp á tillan okkar.